Nú fara út í heim, stór atburðir þar, Katalónía, Kristinn R. Ólafsson. Þessi atkvæðagreiðsla að fara fram með ykkurum hætti. Já, bon dia, ég ætla að byrja á því að tala katalónsku við þig og segja góðan dag. Þó að sé nú kannski ekki líka góður í Katalóníu í dag. Þessi atkvæðagreiðsla, eða ekki atkvæðagreiðsla, í gangi, virðist vera. Maður sér myndir frá Katalóníu, langar biðraðir við kjörstaði, en hins vegar líka lögregla grá fyrir járnum að jafnvel að brjótast inn í skóla til þess að hirða kjörkassa og kjörseðla og þar fram til götunum. Þannig að þessu leitinu getum við sagt að aðskilnaðarsinnar hafi unnið áróðursstríðið. Já, þetta ekki of heftuðu viðbrögð hjá stjórninni í Madrid? Að þeir eru að spíla svolítið upp í hendurnar á sjálfstæði sinu? Það má svo sem segja það, hins vegar má segja, kemur á móti og þeirra rök, bæði ríkisstjórnarinn og dómsvaldsins. Það má ekki gleyma því að það dómsvaldið sem sendir lögregluna, það ekki ríkisstjórnin. Þetta er lögleysa, þetta lögbrot, þetta stjórnarskrárbrot að halda þessar kosningar. Auðvitað væri best að geta leyft Katalónum að greiða atkvæði þetta, en þá það líka að gerast á lögmætan og ég myndi segja gildan hátt, því að það efnt til þessara kosninga með ólögmætum hætti, það að segja, samkvæmt stjórnarskráin, ef stjórnarskráin túlkuð spænska, fyrsta grein hennar segir að fullveldið hvíli hjá þjóðinni og þjóðin skilgreind sem allir Spánverjar, síðan bjuggu feður stjórnarskrárinnar 78 til það sem þeir kölluðu í fleirtölu þjóðerni. Og Katalónar eru eitt af þessum þjóðernum sem setja saman eða mynda spænsku þjóðarheildina. Það efnt til þessarar atkvæðagreiðslu, það sem sagt katalónska þingið sem samþykkir núna í september lög atkvæðagreiðslu, lög sem meiri hlutinn, aðskilnaðarsinnar setja saman að næturlagi líku við, án þess að minni hlutinn komi neitt nálægt því. Það voru auðsæti meirihlutans. Já, og það svolítið merkilegt og athyglisvert að þessi meirihluti hefur ekki meirihluta atkvæða á bakvið sig. Samkvæmt síðustu kosningum 2015, það voru rúmlega 4 milljónir á kjörskrá, greiddu atkvæði. Þeir fá tæpar 2 milljónir, 47,7%. En hinn blokkin fær fleiri atkvæði, hins vegar skiptast sætin þannig að það myndast þarna, þeir fá fleiri atkvæði. Í þinginu. En meirihluti innan Katalóníu fyrir þessu sjálfstæði? Ef við lítum á síðustu kosningar, þá það nú, þetta stendur mjög í járnum. Og þessi kosning, þótt þetta færi fram, skulum við segja, á friðsaman hátt án þess að væri neitt gripið inn í, þá eru þessar kosningar á minnsan ekki heldur lýðræðislegar vegna þess að það vantar alveg inn í allt þetta dæmi þá sem eru á móti. Málflytjungur þeirra heyrist ekki? Henn heyrist ekki, annarkvort vegna þess að þeim ekki gefið tækifæri til þess, þeir vilja það ekki, geta það ekki, þora það ekki. Eitthvað sagði að þeir eru bara heima að horfa á sjónvarpið. Já, þeir líta á þetta sem ólögmæta atkvæðagreiðslu og hvers vegna á maður að vera að taka þátt í ólögmætri atkvæðagreiðslu. Þannig að hvað sem kemur upp úr þessum kössum, ef það tekst að gera þetta, spænska ríkisstjórnin segir að það sé búið að koma í veg fyrir það, þá þetta í raun ekki marktækt sem lýðræðisleg. En hægt möguleiki því að Katalónía, að það fari þannig, að það verði talið upp ykkur atkvæði og Katalónía lýsi við sjálfstæði á morgun? Það gæti alveg, það mjög mikil möguleiki á því, vegna þess að þeir hafa ekki viljað gefa upp, stjórnin hefur ekki viljað gefa upp, hvað lágmarks kjörsókn til þess að þetta sé marktækt. Þannig þó að kjörsóknin sé bara 30% eða 40%? Já, það einn nefnt, þetta stór sigur ef 1 milljón
nær að kjósa. Og það allar líkur á því að þeir lýsi yfir sjálfstæði, en svo spurning hvað gerist síðan. Ég meina, það allt til að fara út á svalir og segja við erum sjálfstæði, en það verður hvað gerist Páll þá? Eða matinn? Já, það spurningin. Það að segja, þeir gætu gripið til þess lagadómstóllinn, eða dómstólar, gætu gripið til þess að virkja 150. Grein stjórnarskrárinnar sem leyfir ríkisstjórninni að grípa í taumana og taka völdin tímabundið af. En verður það ekki vatn á myllu sjálfstæðissinnar? Já, sjálfsögðu. Þetta er mjög erfitt og flókið mál. Ég held að eina leiðin sé að setjast niður og leyfa skynsemin að ráða. Að menn talið saman. Já. Ég held að það sé eina leið. Evrópusambandið komið þarna inn og farið að miðla málum við það? Man veit ekki, það getur vel verið. Evrópusambandið virðist lýsa yfir stuðningi við stjórnvöld. Þetta Evrópusambandsríki, lýðræðisríki. En þetta samt, hvað ég segja, dagurinn í dag er áróður sigur fyrir aðskilnara sinna. Kristinn Ólafsson, takk fyrir að koma í þáttinn. Þetta búið okkur í dag. Takk hérlega fyrir að horfa.